Góðan daginn og gleðilega hátíð og verið velkomin hingað í Aðventkirkjuna í dag. Þetta góður tími hérna jólin, maður nýtur þess að vera með fólkinu sínu, maður nýtur þess að borða góðan mat og svo að hugsa, og þetta fær fólk til að hugsa, já, af hverju höldum við jólin, þannig að mér finnst þetta vera góður tími. Welcome to the Adventist Church today. We are celebrating Christmas, and it's a good thing to enjoy being together, eating good food, and contemplating why we celebrate Christmas. So I hope that we will have a good time here together today and singing some Christmas hymns. Við skulum, bara að minna ykkur á að nú jólafrí hjá búðinni og súpustofunni og bænahópnum, en bænahópurinn og súpustofan mun aftur byrja 13. janúar. En við skulum hefja þessa stund áður en að við förum og syngjum saman, þá skulum við byrja á því að hafa bæn. Erik. Let's pray. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt til þess að lofa þig, til þess að þakka þér að við getum komið saman hér sem fólkið þitt, til þess að ákalla þitt nafn, til þess að biðja þig að koma og vera með okkur og leið okkur, en nú og í áframhaldi, göngu okkar með þér. Biðjum þig að blessa stundina, vertu vera hér fyrir þinn heilaga anda, þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Það nú þannig að það eru margir í jólafríi og sumir farnir erlendis yfir þessa hátíð, þannig að við erum ekki með undirleikara í dag, en við ætlum að reyna að nota tæknina þá við að syngja sama sálm, og við skulum finna þá sálminn númer 96 sem að mun koma hérna upp. We're gonna sing the hymn number 96, and as I said, we don't have accompaniment, but we will get the technical service to help us with that. Thank you. sálmur eða sálmur sem við höfum ekki sungið oft,
en það gott að læra nýja jólasálma líka. En við ætlum að minna á að við hérna í kirkjunni tökum upp gjafir og hægt að leggja fram sína gjöf hérna í anddyrinu á eftir samkomu. Og við þökkum fyrir þær gjafir sem eru bornar fram og biðjum Guð að blessa þær. Við skulum þá finna okkur sálminn númer 89. We will now sing the next hymn, number 89. jólasöngur. Takk fyrir undirtektirnar. Vitningaversi sem að Erik hefur valið kemur úr Filippíbrefinu, öðrum kafla, 5. til 11. vers. The scripture reading I'm reading today comes from the Philippians, chapter 2, verse 5 to 11. And let's stand there. Verið með sama hugafari sem Kristur var. Hann var í mynd Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu
og undir jörðu, og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Við skulum lúta höfði í bæn. Let's pray. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í þínu húsi til þess að fá að lofa þig og til þess að fá að minnast þín og þess sem þú hefur gert fyrir okkur. Takk fyrir jólin sem eru haldin hátíðleg og mættu sem flestir muna af hverju við höldum jólin. Að við erum að minnast þess alls sem þú gerði fyrir okkur, að þú komst í þennan heim til þess að frelsa okkur, til þess að við megum eiga eilífi með þér. Takk fyrir að þú fyrirgefur okkar misgjörðir og að þín náð er ný á hverjum einasta degi. Ég bið fyrir þeim sem að eigum sárt að binda, þeir sem eru veikir eða þurfa á krafti þínum að halda og styrk. Ég bið þess að þú gangi með okkur og leiðir okkur og við megum finna fyrir þinni nálægð og við mættum vera ljós fyrir þig hvar sem við komum í þessum heimi. Já, góði Guð, við felum þessa stund í þína hendur og byggjum þína nálægð hér í Jesú nafni. Amen. Og þá ætlum við að finna annan jólasálm, númer 102. Þá er komið að því, Erik, að þú talið til okkar hér í dag. Gjör svo vel.
dag, þeir vinir. Gott að sjá ykkur hér öll í dag. Við erum ekki voðalega mörg en það er svona á þessum tíma árs þá er margt sem gerist og það eru líka fólk sem er á ferðalagi og svona. En allavega er yndislegt að sjá ykkur hér í dag. Ég ætla að sjá hvort að ég geti borið fram boðskap fyrir ykkur í dag. Var einu sinni maður að nafni Guðmundur Ragnar Magnússon. Ég muni kannski ekki eftir honum. Hann var sigmaður hjá Landhelgisgæslunni. Hann rifbeinsbrotnaði þegar hann varð fyrir óhappi þegar hann seig niður í flutningaskipið Fjordvik sem er norskt skip sem hafði rekið í mjög vondu veðri inn í Helguvík sem er nú í Keflavík og þarna varð hann fyrir þessu slysi. Þrátt fyrir þetta slys sem hann var fyrir, þá stýrði Guðmundur björgunar aðgerðum við að hífa upp 14 manns úr áhöfn skipsins og hafsögumann við mjög erfiðar aðstæður upp í þyrluna og í ljós kom að hann var með 2 brotin rifbein og 1 brákað. Hann sagði að ekki hefði stoðað annað en að bíta á jaxlinn og hjálpa þeir sem þurftu á hjálp að halda. Og svo var Guðmundur Ragnar tilnefndur sem maður ársins þetta ár, sem er fyrir nokkrum árum. Þegar við upplifum slík atvik og heyrum einhvern sem er til í að leggja mikið á sig til þess að hjálpa öðrum, að leggja sjálfan sig jafnvel í hættu, jafnvel að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra, að þá hefur það djúpstæð áhrif á mann. Einhver er tilbúinn til þess að segja, mitt líf fyrir þitt. Mitt líf fyrir þitt. Ekki bara líf mitt fyrir mig, eða líf mitt fyrir mig og lítinn hóp vina sem mér þykir vænt heldur líf mitt fyrir ykkur, fyrir ykkar líf. Að það er svolítið kjarni sjálfsfórnarinnar. Og þetta snertir okkur djúpt þegar svonalega gerist. Auðvitað vegna þess að það er svo mikil sjálfselska sem kemur fram í þessum heimi í dag. Við lítum svolítið kannski í eigin barm og sjáum líka eigingirnina og smámunasemi í okkar eigin lífi, getum við sagt. Og svo sér maður fólk sem er til í að leggja mikið á sig fyrir aðra og þá vekur mann til umhugsunar. Hvílíkur mannkærleikur. Og þið sjáðu auðvitað hvert ég er að fara með þessu, er það ekki? Að sjá fórnarlund á meðal fólks er sem skuggi af ykkur stærra og merkilegra. Skuggi af fórnarkærleika sem við finnum í ritningunni. Sagan þá fórn kærleikans
að Guð sendi son sinn inn í heiminn til þess að deyja fyrir syndir okkar. Og það sagan sem við finnum og heyrum lesna hér áðan í Filippibréfinu, öðrum kafla sem Harpa las. Ég held að þessi verði að reyna að koma á þýðingarkerfi hérna hjá okkur. En ég ætla ekki að endurtaka allt sem ég sagði. En kannski kemur að því að okkur takist að koma upp þýðingarkerfinu hérna. Hérna við lok árs og upphaf nýs árs sem eru framundan, hugsið ykkur að við erum að ganga inn í 2026. Tíminn líður. Upphaf nýs árs. Þá langar mér að tala fegurð fórnarinnar og hvað það sem í raun hvetur okkur til þess að lifa lífi fyrir aðra. Lifa lífi fyrir aðra. Var með mynd hérna þegar ég sagði þessa sögu áður af slípuðum steinum sem geta verið undurfagrir, hver á sinn hátt, mismunandi sérstakir slípaðir steinar. Og það hægt að sjá mynstur í þessum steinum og djúpa fegurð í þeim. Æðar sem koma í svona slípaða eðalsteina. Mér langar þess að fara í gegnum þennan texta sem við lásum áðan úr Filippibréfinu, svolítið eins og steinasafn, þar sem við sjáum undurfagra djúpa fegurð í hverjum stein fyrir sig. Og það sem hvert hugtak undurfagur steinn, hvert hugtak í þessu samhengi. Kíkjum á hvert stein fyrir sig, hvert atriði, hvert hugtak fyrir sig. Byrjum á 5. versinu hérna í öðrum kafla Filippibréfsins. Verum með sama hugafari og Kristur Jesús var. Það það fyrsta. Með öðrum orðum, sem kristinn, fylgjandi Krists, þá hugmyndin ekki sú að öðlast fyrirgefningu. Ekki bara að Jesús veiti okkur viðtöku, þó að það sé auðvitað afar merkilegt og mikilvægt. Heldur vill Guð umbreyta okkur. Hann vill umbreyta okkur, gera okkur öðruvísi. Guð vill koma inn hjá okkur hugarfari Jesú Krists. Hann vill fyrir tilstilli heilags anda sem býr hið innra með okkur leggja í hjarta okkar viðhorf Jesú. Hvernig Jesú lítur á heiminn. Hvernig Jesús lítur á hluti. Hvernig Jesús lítur á viðburði í lífi okkar. Hann orkar þess að koma þessum hugafari Jesú fyrir í okkur. Þannig að við meir og meir hugsum eins og Jesús. Framkvæmum líkt og Jesús. Höfum tilfinningar líkt og Jesús.
Það er ekki, það er það sem við köllum hvað? Hvað köllum við svona ferli? Helgun. Helgun. Vöxt. Að vaksa með og í Jesú. Hvernig getur þetta átt sér stað? Það gerist með því sem Páll ætlar að segja við okkur í 7. versinu, hér í 2. kafla í Filippibréfinu. 7. versi segir, hann, það er að segja Jesús, var í Guðs mynd. Hann var í Guðs mynd. Þarna er afar mikilvægt orð notað þarna í grískunni. Það er merkilegt orð á ferðinni. Það þýðir ekki að Jesús hafi litið út. Það segir eins og að hann var í Guðs mynd. Það segir ekki að hann hafi litið út eins og Guð eða ljómað af dýrð Guðs. Hann var í raunverulega Guð í mannlegu holdi. Og þetta gríska orð, morfe, er það sem orðið við tala morfe, sem þýðir í raun kjarni einhvers, kjarni eiginleika einhvers. Í raunverulega eðli einhvers. Það er orðið morfe. Og þarna stendur því að Jesús var að fullu Guð í mannlegu holdi. Að fullu Guð. Hvernig er Guð? Getum við spurt. Hver eru einkenni og eðlisþættir Guðs? Það er stórt spurt. Það er stundum kannski erfitt að gera sig grein fyrir því. Jú, við vitum að Guð er almáttugur Guð. Og Guð er ofar öllu. Guð þekkir allt. Hefur algert frelsi. Og þá má spyrja, hvernig myndi Jesús þá koma fram og starfa sem Guð sjálfur? Lítum á næstu setningu hér í Filippibréfinu. Hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Fór ekki með sem fengsinn. Það er verið að tala hann, að hann taki eitthvað sem hann á fullan rétt á og hefur fullkomið tilkall til, en hann nýti sér það ekki. Þú átt rétt á því, taktu það þá, segjum við kannski stundum. Ef þú átt rétt á ykkur, þetta tilkemur mér, ég á rétt á þessu, þá taktu það. Nýttu þér það. Nýttu þér rétt þinn. Þetta er mikið fyrir okkur stundum að segja. Þannig að hér er verið að segja Jesú, að Jesú komi ekki fram eins og við myndum ímynda okkur að Guð myndi koma fram með því að nýta til fulls mátt sinn og forréttindastöðu. Þess í stað sjáum við í 7. versinu, hann svipti sig öllu. Hann svipti sig öllu. Í kærleika sínum til okkar og sagði, ég mun leggja líf mitt
í sölurnar fyrir ykkur. Það það sem Biblían segir okkur. Nýja testamentið segir okkur, lítið til Jesú. Þannig Guð, eins og hann Hvað gerði hann? Hann svipti sig öllu. En hann var samt að fullu Guð. Ekki Guð að hluta til, hann var Guð að fullu. Hverju svipti hann sig þá? Hann gaf sig allan í þágu annarra, í þágu mannkyns. Hann gaf sig allan með því að vera maður. Ekki hver sem ekki maður í áhrifastöðu, ekki efnaður, ekki í forréttindastöðu, ekki glæsilegur, í þjónustustöðu, heldur í þjónsmynd. Doulos orðið á grísku. Doulos þýðir þræll, þjónn eða þrjáll, ófrjáls maður, sem þýðir að sæir þú hann á götu, myndirðu ekki sérstaklega veita honum eftirtekt. Þannig var Jesús í Guðs mynd. Hvernig sýnir Guð hver hann í raun og veru? Með því að svipta sig öllu, eða gefa sig allan í þjónsstöðu við aðra. Mitt líf fyrir þitt. Mitt líf fyrir þitt líf. 8. versið. Hann lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða. Jesús hlýddi algerlega. Hann lifði því lífi sem við ættum að lifa. Hann rann það skeið sem við áttum að renna, fullkomlega. Þetta boðskapur ritningarinnar, boðskapur Biblíunnar. Enginn okkar hefði getað gert þetta. Við erum óstöðug í hegðun okkar, erum stundum viljug, stundum svo svarið nei. En hann var hlýðinn allt til dauða, jafnvel dauða á krossi. Og Jesús sannar fyrir okkur að það enginn staður of lágur, enginn of lítilmótlegur fyrir Guð að fara á þann stað. Að fara niður og nálgast gallað mannkyn, hvern sem manna á meðal. Enginn of lítilmótlegur fyrir hann að ná til. Enginn staður of lítilmótlegur. Enginn getur farið dýpra en Jesús fór. Enginn getur byrjað hærra en hann, en enginn farið lægra en hann. 8. versið endar, og þar ætti að vera þögn, algjör þögn og hlé stund. Því þetta skilur okkur eftir höggdofa, það sem þarna talað og þarna gert. Í myrkri, algerri höfnun og örvinglan,
Og þá kemur svo 9. versið. Fyrir því hefur og Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er aðra, til þess að fyrir nafn Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sérhvert tunga játa Guði föður til dýrðar Jesús Kristur er drottinn. 8. versið, það er högg, það er þögn, það er myrkur, og 9. versið, stórkostlegur fögnuður allan alheiminn, upprisu lofgjörð, fagnaðarlæti, það er dans, það er tónlist. Þess vegna hefur Guð hátt upphafið hann. Hvað er átt við með hátt upphafið hann? Er Jesús hafinn til æðri stöðu vegna þess sem hann hefur gert og það sem hann hefur afrekað? Nei, þetta er ekki stöðuhækkun, heldur viðurkenning og staðfesting, viðurkenningarstimpil Guðs að Jesús komi fram hér á jörð eins og sannur Guð kemur fram. Það er kjarnaboðskapur ritningarinnar. Guð hefur gnótt kærleika sem gefur af sjálfum sér. Þannig er Guð. Þannig kom Jesús fram og sá kærleikur er í samræmi við vilja Guðdómsins. Þannig er viðmót og viðhorf Guðdómsins til syndugs mannkyns. Guð segir, mitt líf fyrir ykkar líf. Og þegar Guð er við stjórnvölinn í Biblíunni, þá leiðir sönn auðmýkt ávallt til fagnaðar og til lofgjörðar. Guð er að gera það sem Guð ávallt gerir. Hann er að hefja upp hið auðmjúka og lyfta þeim upp sem er lægstur. Jesús gat ekki farið lægra niður, ekki er heldur hægt að fara hærra en Jesús. Hann byrjar hærra, hann fer lægst niður og endar hærra en nokkur. Nafn hans er æðra öllum nafnum. Þetta er saga og bakgrunnur fagnaðarerindisins. Mitt líf fyrir þitt. Þetta er ekki eingöngu, þetta á ekki eingöngu við að hvetja, þetta á ekki eingöngu að hvetja okkur, snerta okkur. Hreyfing er orðið, er rétta orðið. Það er ekki bara að hvetja og snerta, heldur hreyfing er rétta orðið. Þegar við förum í ferð með honum og anda hans, er hið innra með okkur, munum við vilja úthella lífi okkar í þjónustu við aðra. Það er útlegging þessa texta sem er í raun að finna í versunum á undan. Það er svolítið merkilegt að Páll talar
kjarnamálsins í versi 5 og til 11, en í raun útlendingin fyrri versin, vers 3 til 4, og segir svo frá því hvernig þessu var komið til leiðar. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirni. Verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Það málið. Og ég bið þess í dag að við öll okkar eignumst þessa vakningu heilags anda, að þetta hugarfar Jesú megi taka bólfestu í lífi okkar í dag og á nýju ári, í auknum mæli. Boðskapurinn ekki boðskapurinn þessi: reynum ekki að feta í fótspor hans, heldur beinum sjónum okkar til Jesú. Tökum við frá Jesú. Biðjum Jesú að gera okkar líf líkt honum eins og hann. Mætti hann gera okkur að fólki sem í raun eru fær að lifa lífi okkar sem við erum frjáls til þess að færa fórnir og gefa af okkur til annara. Mitt líf fyrir þitt líf. Amen. Fyrir þetta, Erik, og við skulum þá finna okkur lokasálminn hérna, númer 91, Fagna þú veröld, númer 91. Please, let's all rise as we sing the closing song. Við skulum rísa á fætur og með við syngjum lokasálminn.
Þetta var virkilega mikill undirleikur. En takk fyrir að vera með okkur hér og að við þökkum ykkur fyrir komuna og óskum ykkur áframhaldandi gleðilegra jóla og byggjum Guð að vera með okkur og muna eftir því sem að Erik minnt okkur á að við þjónum Guði og við komum fallega fram við aðra og þjónum hérna í samfélaginu sem við erum. En þá ætla ég að biðja Erik að koma og hafa blessunarorðin með okkur. We will receive the benediction. I just wanted to say thank you for being here with us and we wish you a continuous good Christmas. Meðtökum blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náður. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og allir eru velkomnir að koma hér inn á eftir. Það svo mikið súpa, ég veit ekki hvað við gera við hana. Þetta þessi 2 stóri pottar. Svo hjartanlega velkomin að koma inn og eiga góða stund hér á eftir. So we are all welcome to come and enjoy soup and fellowship in the hall here, side hall. Thank you.